Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi sínum, beita grófu ofbeldi og hafa á honum fé. Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaði voru upptökur úr síma Andra Más Mortensens Birgissonar 3 klukkustundir í heild. Mennirnir 2 sem taldir eru að hafa farið með Andra Má upprunalega í Reykholt á heimili brotaþola gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Annar sagðist hafa farið með Andra og öðrum manni en neitaði því alfarið að hafa beitt nokkru ofbeldi. Hinn maðurinn þvertók algerlega fyrir að hafa farið með á heimili brotaþola. Hann hefði farið út úr bílnum í Mosfellsbæ og annar maður hefði verið með í för. Eftir hádegi gaf tengdafaðir Andra Má skýrslu en frelsissviptingin meðal annars sögð í ákæru verið áeggjan hans þar sem brotaþoli hefði skuld á honum leigu. Nú Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, þú ert búin að vera að skoða og þú ert búin að setja yfir þessu máli í dag og í gær. Já, svona hvað hefur komið fram hingað til fyrir hverju svona stóra myndin af þínu mati? Sko, við byrjum aðeins að rifja upp það sem kom fram í gær. Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum úr síma Andra Más sem einn ákærðu í málinu og þar bara heil vika af hans samskiptum á upptöku og samtöl hans við unnustu sem einn ákærðu í málinu, tengdaföður og fleiri. Þar kemur ýmislegt fram sem að einhvern veginn allavega verið erfitt fyrir hann einhvern veginn að verja eða verjast í þessu máli. Hann talar til dæmis að hann sé í miðri frelsissviptingu og að hann sé að jafnvel hugsa að frelsissvipta bara einhvern og svo virðist þetta einhvern veginn svona, já, það verður orðið svona hálfgert uppnám, þetta svona, maður fer í gegnum alla helgina bara í gegnum þessi samtöl, sko. Sem vinda upp á sig. En þessi menn sem gáfu skýrslu í dag, tengjast þeir fjölskylduböndum? Sko, þeir 2 sem að komu fyrir hádegi, þeir gera það ekki. Það er þessi 2 menn sem eiga að hafa farið með Andra upphaflega á heimili brotaþola. Sá fyrri, hann bara játaði því að hann hefði verið þarna, það hefði samt ekki eiginlega verið fyrir tilviljun, hann hefði farið þarna. Hann hafi ekki tekið þátt í ofbeldinu, bara þvertók fyrir það og vilja koma sér burt þegar hann sá hvernig staðan var orðin. Hann segir að hann hafi hreinlega bara ekki verið þarna. Hann hafi farið úr bílnum á leiðinni og það hafi þá verið einhver annar maður sem var þarna og þannig að sú skýrsla var stutt. Og svo var það eftir hádegi sem að tengdafaðir Andra Más kom þarna fyrir dóminn. Og hann segir að sannarlega hafi brotaþoli skuldað honum leigu 550.000 krónur eða svo. En hann hafi ekki viljað að neinu ofbeldi yrði beitt og hann hefði einhvern veginn aldrei viljað að þetta hefði farið svona. En svo voru þarna sýnd líka gögn sem sýndu þó fram og hann hafi þá einhverju leyti samt verið meðvitaður það sem þarna fór fram helgina, sko. En hvað gerist næst? Hvað gerist núna? Sko, á morgun í fyrramáli þá kemur unnusta Andra Más fyrir dóminn og gefur skýrslu. Það er ekki búist við því að hún tjái sig sérstaklega mikið, allavega Andri neitaði að tjá sig og erfitt einhvern veginn að vitna í svona nánum samböndum. En svo heldur þetta bara frá næstu daga og bara gæti orðið hátt í 2 vikur. Já. Eva Björk Benediktsdóttir, takk fyrir þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur.